Það liggja hérna fyrir ólíkar ályktanir sem sýna hvað Ríkisútvarpið snertir marga. Mig langar að lesa fyrir ykkur ályktun sem samþykkt var á stjórnarfundi Blindrafélagsins í gær. Í þeim niðurskurði sem nú hafinn hjá Ríkisútvarpinu það dagskrá Rásar 1 sem mest skorið niður eða 50% samkvæmt fréttum. Sérstaða Ríkisútvarpsins á vettvangi fjölmiðlunar hefur fyrst og fremst falist í dagskrá Rásar 1. Mest allt annað dagskrárefni má einnig finna hjá einkareknum útvarps- og sjónvarpsstöðvum, sumt í miklu úrvali. Hlustendahópur Rásar 1 einnig einstakur. Í þeim hópi mikið af eldra fólki, blint og sjónskert fólk hefur í gegnum árin reitt sig á dagskrá Rásar 1 og aðgengi þess að upplýsingum og menningarlegu efni stórlega skert með þessum niðurskurði á dagskrá Rásar 1. Eða eins og einn áhyggjufullur félagsmaður skrifaði til stjórnar félagsins leið og hann kallaði eftir að félagið léti í sér heyra málið, og hér eru gæsalappir. Rás 1 virkar fyrir okkur ekki aðeins sem afþreng, heldur ekki síður sem fastur punktur í tilverunni og sá vettvangur þar sem við getum fengið upplýsingar það sem að gerast í samfélaginu frá degi til dags. Þetta á ekki síst við okkur sem getum ekki af ýmsum ástæðum farið á netið til þess að fræðast menn og málefni, atburði og uppákomur og annað sem á döfinni. Þetta jafnvel eina leiðin fyrir mörg okkar til að fylgjast með í samfélaginu. Ég get ekki séð að nein önnur útvarpsstöð muni taka við þessu. Gæsalappir lokast. Í 1. grein laga Ríkisútvarpið, fyrirgefið þið, þetta RÚV ohf. RÚV ohf segir, gæsalappir, mælskóikinn Hannes Hólmsteinn. Markmið laga þessara að stuðla að lýðræðislegri umræðu, menningarlegri fjölbreytni og félagslegri samheldni í íslensku samfélagi með fjölmiðla þjónustu í almannaþágu. Ríkisútvarpinu falin framkvæmd hennar eins og nánar kveðið á í lögum þessum. Ríkisútvarpið þjóðarmiðill og skal rækja fjölbreytt hlutverk sitt af fagmennsku, metnaði, heiðarleika og virðingu. Það skal leggja rækt við íslenska tungu, menningu, sögu þjóðarinnar og menningararfleifð og gæsalappir lokast. Að mati stjórnar Blindrafélagsins það ekki síst dagskrá Rásar 1 sem hefur stuðlað því að Ríkisútvarpið hefur uppfyllt skyldur sínar eins og mælt fyrir í 1. grein laga stofnunina. Það því skoðun stjórnarinnar að þessi mikli niðurskurður á dagskrá Rásar 1 geti gert það verkum að Ríkisútvarpið uppfylli ekki lengur þær lagalegu skyldur sem stofnuninni lagðar á herðar. Af þeim sökum mótmælir stjórn Blindrafélagsins harðlega þessum miklu niðurskurði á dagskrá Rásar 1. Leið þá það ítrekað að þessar niðurskurðaraðgerðir munu fyrst og fremst bitna á hlustendahópi sem ekki hefur sama val að nýta sér aðra fjölmiðlun. Þarna höggvið þar sem hlífa skyldi. Og þá langar mig að lýsa áhyggjum sem koma úr allt annarri átt, en eru líka athyglisverðar. Og þær koma frá European Broadcasting Union, EBU, svo kallað, sem var að senda Páli Magnússyni þessa áskorun í morgun sem mátti gera opinbera. Þetta stílað á General Director Páll Magnússon, Icelandic National Broadcasting Service, RÚV. Dear Mr. Magnússon, it is with deep regret that we learn this week that the Icelandic National Broadcasting Service, RÚV, plans to make a profound cut in the budget and the personnel for the Cultural and Music Channel 1, Rás 1. The music group of the European Broadcasting Union wants to express our deep concern at these developments and ask you to keep the output of classical music strong alive in Icelandic radio. Iceland is an active partner in our daily program exchange, and we always appreciate receiving recordings from your side.
The last big event RÚV took part in last Monday was the big Nordic-Baltic concert project with millions of listeners all over Europe. The EBU Music Group wants to strongly underline that in a country like Iceland, with challenges of communication due to the geographical realities, radio is a key media in supporting and developing the cultural life and bring it nationwide to all citizens. And in a country where the versatile and rich cultural life is a key element of the society, the role of cultural media is even more important. Please keep your activities alive. Secure music production from RÚV in your country, for your country and for Europe. When the EBU, the music group and the permanent services in Geneva can help you in any way, please let us know. Yours sincerely, Friedrich Spankmacher, Chairman of the EBU Music Group. Mér ánægja að bjóða þá síðasta frummælanda okkar, Kolbeinn Óttarsson Proppe, blaðamann eins og ég kalla hann, má ég þekki? Gjörðu svo vel, Kolbeinn. Ágætu fundargestir, Ríkisútvarpið, þessi margslungni menningarvefur sem teygir anga sína inn í líf hvers og eins íbúa þessa lands. Útvarp Reykjavík, nú var það sagðar fréttir. Miðstöðin staðsett í Reykjavík að mestu leyti, en Ríkisútvarpið verður þó ekki til fyrr en í eyrum viðtakendina. Þeir eru allt landið og miðin, meira að segja út í stóra heimi eins og hér var bent á í ályktun sem var lesin. Þeir rétti þessu. Sumarmorgun í sveitinni, amma er að síst í eldhúsinu, afi kúrir aðeins lengur, enda klukkan rétt 7, en ég er komin á ról og nýt þess að hlusta á gufuna með ömmu. Aprílkvöld í borginni, rúmum 30 árum síðar. Við feðgar sitjum heima og hlustum á úrslitakvöld músíktilrauna. Miðaldra maðurinn reynir að fylgjast með því nýjasta sem er að gerast í tónlistarlífi landans. Og hvert er leitað? Sjálfsögðu til Ríkisútvarpsins. Þannig fylgir Ríkisútvarpið okkur frá vöggu til grafar, kynslóð eftir kynslóð. Talandi grafir, ég gekk nú hér á leiðinni hingað fram hjá gröf íslenskrar menningar sem er hér rétt hjá okkur. Við hefum kannski átt að halda þeim að fund þar. Við skulum vona fyrir Ríkisútvarpinu fari ekki eins og húsi íslenskrar menningar, þó það væri sannarlega réttnefni á Ríkisútvarpinu, húsinu sem það hýsir. En Ríkisútvarpið, öll höfum við skoðun á því. Einhver þolir ekki tiltekinn útvarpsþátt, eða jafnvel stjórnanda. Annarri finnst Rás 1 bara vera fyrir gamla fólkið. Og þau eru til sem finnst þetta allt frábært. Þau sem enga skoðun hafa á einhverja því sem Ríkisútvarpið býður upp á, bæði í útvarpi og sjónvarpi, er hins vegar teljandi á fingrum annarrar handar. Sannreyni það í jólaboðunum sem eru að fara að bresta á. Af því að Ríkisútvarpið eru við, fólkið. Fólkið sem vinnur þar og fólkið sem nýtur afraksturs þeirrar vinnu. Ríkisútvarpið er hins vegar ekki einkamál stjórnenda og stjórnmálamanna til að spila með eftir því hvernig vindar blása hverju sinni í þjóðlífinu. Ríkisútvarpið er leiðarhnoðað okkar og þegar það er farið að trosna, rekjum við það ekki upp án umræðu. Við reynum að bæta úr ástandinu þéttar nikilinn. Hvar er umræðan Ríkisútvarpið?
Hvar eru svörin við því af hverju sumu fólki er sagt upp en öðru ekki? Hvar eru svörin við því af hverju skera það niður ákveðna krónutölu en ekki aðra? Hvar eru umræðan hlutverk Ríkisútvarpsins? Af hverju rekum við Rás 2? Af hverju rekum við Sjónvarpsstöð? Af hverju rekum við sérrás fyrir íþróttir? Af hverju rekum við fréttastofu? Ég held að við séum öll hér inni og sennilega öll hér á landinu, eða flest öll, tilbúin í þessa umræðu. Það er bara erfitt að eiga í umræðum þegar aðeins einn aðilinn vill ræða málin. Það er svona dálítið eins og hlusta útvarp. Af hverju rekum við Rás 1? Ég get svarað þessu fyrir mína parta. Af því að það er hluti af menningu okkar og sögum. Mín skoðun er hins vegar ekki endilega svo rétta, kannski er hún ekki einu sinni rétt, en ég er í það minnsta til í að fá tækifæri til að ræða þá skoðun mína, áður en stofnunin er eyðilögð. En að með við ræðum ekki af alvöru, fordómalaust Ríkisútvarpið, hina einu sönnu sameign þjóðarinnar, þá verður starfsemi þess ætíð háð velvilja misvitra stjórnenda og stjórnmálamanna. Það má ekki gerast. Gildir þá engu hvaða stjórnendur og hvaða stjórnmálamenn eiga í hlut hverju sinni. Ríkisútvarpið er of mikilvægt til að verða pólitískri skiptimynd. Stöndum vörðum þetta fjöregg og þar með menningu okkar, því alveg sama hvað hver segir. Ríkisútvarp er ekki bara hús, ekki bara starfsfólk, ekki einu sinni bara dagskrá. Ríkisútvarp er menning. Ríkisútvarp er við öll. Þetta er okkar Ríkisútvarp. Vinsamlegast skilið því aftur.